Ég get ekki neitað því að það einkennileg tilfinning sem grípur mig þegar ég stend við hljóðnemanna þessu sinni. Tilfinning sem aldrei hefur gripið mig fyrr þegar ég hef staðið þar. Ég hef alltaf hingað til talað lifandi til lifandi manna hlustuðum að ég flutti mál mitt. Nú svo vélt að kalla má að ég þó lifandi sé að tala úr þeirri gröf sem bíður mín eins og allra annara manna og ekki til áheyranda sem hlusta meðan ég að tala, heldur til manna sem enn liggja óbornir í skauti nálægari eða fjarlægari framtíðar og fyrst munu hlusta á orð mín þegar moldir mínar löngu hafa blandast þeirri jörð sem ég skapaður af. Enda þó tilgangur þess að ég læt nú til mín heyra, sé sá einn að geyma rödd mína og málfar síðari tímum, þá kann ég þó betur við að eitthvað heyrist til mín annað en röddin tóm, eitthvað sem ég þykir framtíðinni megi að notum koma. Það full erfitt að tala við samtíð sína, þó maður eins og gefur að skilja sér henni all kunnugur, en framtíðin og hennar hætti, viðhorf og hugarfar veit maður bókstaflega ekki neitt og því engum blöðum það að fletta að erfitt ef ekki ómögulegt að tala svo til hennar að örugt sé að við geti átt og hún geti skilið. Við vitum nú það eitt inn í hana eða hyggjum að minnstakosti að öll þjóðfélög og ríki mun á tiltölulega skömmum tíma breytast svo mjög að við sem nú erum uppi myndum að líkindum ekki geta áttað okkur á neinu ef það ætti fyrir okkur að liggja að rísa upp úr gröfum okkar inn í þann tíma þegar þessar breytingar eru garðgengnar. Í nútíðinni virðist ríkisvaldið verða æ nærgöngulla við borgarana og þrengja frjálsræðis við þeirra svo að menn eru farnir að óttast aðeins yfir líkur muni ríkisvaldið verða búið að svipta borgarna einstaklingsfrjálsræði, réttinum til þess að hafa og hafna og til að aðhafast í samræmi við það innan þeirra takmarka sem réttur annara manna reisir enda ekki laust við að sumstaðar í heiminum sé komið alltaf því þetta horf. Fari svona, þá orðin illa hausavísla á tilgangi manna og samfélaga, því að réttu lagi samfélagið stofnað einstaklingum til hagræðis en einstaklingarnir eiga hins vegar ekki að vera þrælbundin því undir samfélögin sem auðvitað ekki hafa neinn innri tilgang í sjálfum sér. Frelsi sínu gagnvart ríkinum og einstaklingurinn aldrei missa, því að þá hann sviptur því aðalsmerki sem greinir menn frá skepnum. Þessi nauðsyn held ég að muni haldast óbreytt meðan mannkynið við líði og því vil ég kalla það eitt fram í tíman að vara menn við að glata ekki þessu frelsi því erfiðara mun reynast að ná því aftur en að halda því.